Í fyrsta lagi ef við erum að hugsa um hitaveitur þá er náttúrulega það sem við gerum langmest á landinu, við erum að nota lághitavatn, það er að segja vatn sem er undir 150 gráðum getur við sagt, yfirleitt undir 100 gráðum, við erum að nota það til húshitunar. Það er yfirleitt vel efnasnautt vatn, það er hentugt, það er smá brennisteinsvetni í því sem mann finna lykt af, skaðlaust, heppilegt fyrir járnið í pípulögnunum, því það er verjandi eitthvað tæringu. Þetta er það vatn sem við erum að nota og henta best til þessara hluta. Háhitinn, það sem við erum að tala kannski hita frá kannski upp undir 300 gráður eða jafnvel hærra ef að þróunin verður það átt. Það er sá að nota hitabili frá kannski 270-300 gráðum niður í 160 gráður styrka. Þar fáum við verðmætustu vöruna út úr þessu sem er rafmagnið. Rafmagnið er raunverulega miklu verðmætara orka heldur en varminn. En við náum hins vegar ekki, það er hins vegar eru fræðilega takmarkanir á því hvað hægt er að búa til mikið rafmagn eða mikla mekaníska orku út úr varma. Og það á við alla varmaframleiðslu, hvort sem það eru eða varmavinnslu, raforkuvinnslu og varma, hvort sem það er gert í kolaorkuverum, kjarnorkuverum eða í jarðvarmaverum. Allt byggir þetta á því að menn í kjarnorkuverunum eða olíu og kolaverunum, það byggir þetta á því að þú hitar vatn upp í einhvern ákveðin hita og svo keyrur það gegnum túrbínur og gufuna sem verður til og hún kælist við það. Þannig að ef maður hugsaður þetta frá sjónarmiði arðsemi og góðra nýtingar og orku, þá er þetta langt best að virkja orkuna þannig að nýta orkuna þannig að við getum framleitt fyrst rafmagn og svo framleitt nota til hitunar með einhverjum hætti í iðnaðarprósessa og svo getur farið í lægri og lægri hita og getur endað í bara baðvatni eða jafnvel ennþá lægra í vatni sem er með nota þá í fiskeldi. Og þetta er verið að gera og þetta er það sem meðal annars HS Orka er að gera út á Suðurnesjum. Það er verið að byggja upp það sem þeir kalla auðlindagarð, það sem þeir eru að hugsa þennan orkustraum, menn taka einhvern magn af orku upp í jörðinni og nýta hana sem best og halda alveg niður undir umhverfishita. Og það er hinn besta nýtingi sem við fáum á þessu og svona frá öllum svona umhverfissjónarmiðum er það auðvitað æskilegast.